Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og votta ykkur mína samúð. Við komum hér saman til minningar stundar hann Öllu, Aðalbjörgu Ólafsdóttur, og þau eru tvö sem sjá tónlistina hér í dag, ekki fjögur. Það eru Jónas Þórir og Ragnheiður Gröndal sem sjá hér tónlistin í dag. Ég vildi koma því á framfæri, við skulum hefja hér helgastund á því að signa okkur og segja saman í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Og við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitt með huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð, það er 23. Davíðssálmur sem hljómar svona: Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiði mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimmandal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Þannig hljóðar heilaga orð. Amen. Snert hörpu mína himinborna dýs,
sem fann ég út við sjó. Ég fuglaskar og lík úr smiðju bó. Í huganum til himins oft ég svíf og hlýt að geta sungið í þá líf. Þeir geta sumir synt á læk og tjörn og sumir verða alltaf lítil börn, en sólin gyllir sund og bláan fjörð og sameinar með töfrum loft og jörð. Ég heyri fjarska villtan vængja þitt, varpan leikur draumsins perluglit, snert hörpu mína himinborna dís og hlustið englar Guðs í paradís. Snert hörpu mína himinborna dís og hlustið englar Guðs í paradís. Svo ritar postulinn: Þið elskuðu, elskum hvert annað því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Ég sat kvöld og horfði hátt á himinbláan stjúp og augun drógust dræmt í kaf í dimman næturhjúp. Ég vildi horfa húmið burt og heiðið bak við sjá og ef til vill var augasteinninn óskasteinninn þá. Ég vildi sigra sortan smátt og sjá í gegnum hann, því einhver þrá til æðra lífs í æðum mínum brann. Ég þráði meira ljós í mína þengu sál. Ég þráði glóð frá Guði sjálfum, glóð sem væri tár.
Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig það sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas lærisveinn segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Fáum okkur sæti. Það má svo sem vera að vonin mein, hálf veikburða sofni í dag, finnst vera eitthvað sem íþyngir mér, en svo erfitt í fjarlægð að sjá, það gilda má hvort ég áleiðis fer, eða staldra hér við og býð, þó tómið og tregin mitt heim út á vegi. Ég veit, ég hef alla tíð verið sem að vaka hjá, meðan manns hjörtun hrærast, þá huggun þar að fá. Þó að vitskert sé veröld, þá veginn geng ég bein, því ég vofin englu aldrei Svo endalaus ótti við allt sem og alls staðar óvin að sjá, veðrin svo válynd og víðáttan grimm. Ég vil fría mig skelfingu frá í tíma og rúmi, töfra ljóðin mín og tilbrigðin hljóma svo blíð. Líst ekki að ljúga, mig langar að trúa að ég hafi alla tíð verið vafin englu sem að vaka hjá, meðan manns hjörtun hrærast, þá huggun þar að fá. Þó að vitskert sé veröld, þá veginn
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í jólasálmi Valdimars Briem segir sálmaskáldið: Í dag glatt í döprum hjörtum, því drottins ljóma jól, í niðar myrkrum nætur svörtum upp náðar rennur sól. Vetrar geisar stormur stríður, þá stendur hjá oss friðar engill blíður, og þegar ljósið dagsins dvín og drottins birta kringum skín. Þessi sálmur miðlar hinum vonaríka boðskap jólanna og upprisu boðskap kristninnar á sama tíma, og hann orðar reynslu þeirra sem kveðja ástvini sína í tengslum við jólin, líkt og þið gerir hér í dag. Sorg og depurð yfir andláti ástvinar, gleði og friður yfir hinni árlegu hátíð ljós og friðar, jólaháttíðinni, sem nú er ný af staðinn. Hvoru tveggja kallar frá minningar og myndir, jólin og ástvinamissirinn. Minningar og myndir kom upp í hugan sumar hverjar úr bensku, frá fjölskyldu og vinasamverum, hversdagslegir atburðir, prjónaskapurinn og handavinnan, spilamennskan, Danmörk, sólarlandaferðirnar, allir koddarnir, fallega hárið, sorgirnar og áföllin, danskan, vísur vatnsendarósu, vináttan, umhyggjan og kærleikurinn og hvað það annað sem á hug ykkar leitar á þessum tímamótum. Allt er það mikilvægt að rifja upp, tala saman, leyfa ljósi hins liðna dags að lifa. Aðalbjörg Ólafsdóttir var fædd í Reykjavík 11. janúar 1959. Foreldrar hennar voru Helga Ósk Kúld, fædd 28. júní 1942, dáin 21. september 2017, og Ólafur Bergmann Ásmundsson, fæddur 11. desember 1940, dáin 17. desember 2010. Foreldrar hennar skildu, seinni maður Helgu Óskar var Stefán og seinni kona Ólafs var Málfríður Viggósdóttir. Alla, eins og hún var iðulega kölluð, var elst systkina sinna. Alsystur hennar eru Halldóra Ólafsdóttir, fædd 1961, og Heiðrún Ólafsdóttir, fædd 1963. Systkini hennar samfeðra eru Ragnheiður Ólafsdóttir, fædd 1972, og Ólafur Már Ólafsson, fæddur 1982. Systir hennar sammæðra er Guðlaug Helga Helgudóttir Kúld, fædd 1975. Alla bjó með foreldrum sínum og fjölskyldu á Langholtsveginum og síðan í Barðavogi, þar til foreldra hennar skildu árið 1968, þegar Alla var 9 ára. Uppvöxtur Öllu einkenndist í kjölfarið af erfiðleikum. Móðir hennar var einstæð en gerði sitt besta. Alla þurfti hins vegar oft að flytjast á milli staða með móður sinni. Hún ólst síðan mest upp hjá móður ömmu sinni og nöfnu, Aðalbjörgu Guðnýju Guðnadóttur Kúld, og móður afa sínum Arinbirni S.E. Kúld á Hjallavegi 25. Vegur æsku uppeldis var því hlaðinn áskorunum. Hún gekk í Langholtsskóla og einnig í skólana Núpi í Dýrafirði. Svo lá leið hennar í iðnskólann, þar sem hún stundaði tíma nám í prentiðn, samhliða vinnu sinni hjá prentsmiðjunni Odda. Alla starfaði við almenna fiskvinnslu eins og algengt var á þessum árum. Hún starfaði einnig tíma við umönnun fatlaðra barna á Kópavogshæli. Alla giftist Ómari Sverrissyni árið 1978. Hann var fæddur árið 1955 en lést 1985. Þau bjuggu saman á Sauðárkróki og einnig á Meistaravöllum hér í Reykjavík. Börn þeirra eru 2, Ólafur Bergmann Ómarsson, fæddur 14. janúar 1978. Hann lést 10. apríl 1996. Sara Dögg Ómarsdóttir, fædd 5. febrúar 1982,
Hún lést 17. júlí 1996, 3 mánuðum og eftir bróður sínum. Seinni maður Öllu var Hörður Stefán Harðarson sem fæddur 1948. Þau skildu en drengir þeirra eru 2, Hörður Freyr Harðarson fæddur 31. júlí 1988. Sambýliskona hans er Júlía Tjá. Arinbjörn Harðarson fæddur 28. ágúst 1992. Sambýliskona hans er Guðrún Gonnikan Danielsdóttir og börn þeirra 2, Ólafur Freyr fæddur 2012 og Amalía Dögg fædd 2017. Allah elskaði börnin sín og barnabörnin. Hún elskaði sitt fólk. Hún var þó nokkuð heimavinnandi með yngri drengina sína. Allah prjónaði lopapeysur, sjöl og allt mögulegt. Barnateppi, föt og fleira á barnabörnin. Handverk hennar var fallegt og miðlaði hún með slíkum verkum, kærleika og hlýju til þeirra sem stóðu henni næst. Áföllin byrjuðu snemma að banka upp á hjá Öllu. Ómar féll snögglega frá árið 1985, þegar eldri börnin 2 voru 7 ára og 3 ára. Erfiðir tímar tóku við í kjölfarið. Svo misti hún eldri börnin sín 2 með 3 mánaða millibili nokkrum árum síðar. Sara þá 14 ára og Ólafur 18 ára og Hörður Freyr 8 ára og Arinbjörn 4 ára. Hvernig er hægt að takast á við svo djúpa sorg og slíkan missi? Það er vandi að lifa en mikill vandi að lifa slíka ólýsanlega og óbærilega sorg. Hvers vegna þurfa sumir að glíma við slík verkefni? Hvers vegna er þeim verkefnum útdeilt á svona misjafnan máta í lífinu eins og virðist vera? Það er eins og sumir fái fleiri slík verkefni en aðrir. Hvers vegna er það svo? Ég veit ekki svarið við þeim spurningum. Allah gerði ávallt sitt besta, var trygg og trú vinum sínum. Hún tók þátt í AA-starfi og fór í ferðalög með hópi AA-kvenna. Hún hafði gaman að því að spila, Olsen og Jetsi. Hún naut tónlistar, horfði á myndbönd og kvikmyndir. Allah var skemmtileg, segja þeir sem þekkja. Hún elskaði að hugsa vel útlitið og var alltaf vel til höfð. Kjólar og skór voru í miklu uppahaldi hjá henni og svo var það hárið sem alltaf var fínt og mjúkt, en sjaldan var hún samt ánægð með það. Allah naut þess að ferðast í sólina sem hún gerði. Hún ferðaðist mikið til Kanarí og naut þess að vera til. Hitti Rósu vinkonu sína, svo ýmislegt var brallað. Síðustu ferðina sína til Kanarí fór hún á afmælisdaginn sinn í fyrra. Hún hafði gaman af vísum Vassenda Rósu. Allah hafði búið á Réttarholtsvegi, seldi íbúð sína þar og minnkaði við sig. Svo flutti hún til Danmörkur 5. júlí 2021 eftir margar heimsóknir til systur sinnar. Hún átti þar góðan tíma síðustu ár, náði sér á strik í samfélagi við systur sína og son. Hún eignaðist góða vini. Í húsinu þar sem hún bjó naut hún mikils félagsauðs. Fólk var gott hvert við annað. Hún fór að læra dönsku og lagði mikinn metnað í að læra málið. Hún var búin að glíma við krabbamein áður en hún flutti út, sem tók sig upp í Danmörku. Hún fór í erfiða krabbameinsmeðferð haustið 2024, lenti í að mjaðmagrindabrottni í júlí í fyrra. Hún þurfti því að dvelja heilmikið á spítala síðustu misseri, þar sem hún var kölluð kottadrottningin. Hún hafði alltaf fullt af kottum í kringum sig. Fjölskyldan bæði í Danmörku og Íslandi naut gleðilegra samveru 2. október síðastliðinn, þegar komið var saman í tilefni brúðkaups. Þá var nú tilefni til að eignast nýjan kjól og skó. Yndislegur tími með ættingjum og vinum.
Drengirnir komu til móður sinnar í hennar veikindum. Hörður skrifar þá dýrmætu reynslu þar sem hann hélt í hönd móður sinnar á líknardeildinni, þar sem hann reyndi að halda aftur að tárunum. Þá spurði hún son sinn hvað bjátaði eiginlega á. Þá brotnaði hann saman eðlilega í þessum aðstæðum og vildi biðjast afsökunar á hinu og þessu. En þá svaraði Alla nokkuð ákveðin og sagði: Æ, Hörður, látt ekki svona. Ég nenni ekki að hlusta á þetta rugl. Dýrmæt samvera, ómetanleg. Drengirnir hennar dvöldu svo hjá henni á líknardeildinni þar til yfirlauk. Aðalbjörg Ólafsdóttir lést á líknardeildinni í Esbjerg í Danmörku 8. nóvember síðastliðinn, umvafin drengjunum sínum og sínum nánustu þar. Það er blessun að fá að lifa, fá að prjóna, njóta sólarinnar, búa í Danmörku og láta gott af sér leiða til góðs fyrir aðra. En umfram allt er það blessun að fá að eiga fjölskyldu. Alla elskaði börnin sín og barnabörnin, fjölskyldu, ættingja og vini. Þið sem standið henni næst hafið átt í henni mikið. Það er mikilvægt að muna að sorgin á sér uppsprett í því sem manni þykir vænt á sér uppsprettu það sem fyrir er ást, virðing og gleði. Ævivegur Öllu var erfiður, hún gerði sitt besta, elskaði sitt fólk, miðlaði þeirri elsku með prjónaskap, umhyggju og hlýju. Hún vildi að við héldum áfram að lifa, gleðjast og njóta alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða, og það skulum við gera. Í raun og veru eru verkefni okkar hér í heimi einföld, en þau eru fólgin í því við mætum hvert öðru í gleði og alvöru og tökum þátt í lífinu hvert með öðru. Þar miðlum við öll bæði visku og blessun, huggun og styrk. Því einnig við að vera hvert öðru og samferðarfólki okkar til gæfu, en einmitt þar er það Guðs kærleikur sem mætir okkur þegar við vöknum á hverju morgni og við blasa nýjir möguleikar og ný tækifæri til að verða öðrum til gagns, þótt að sé jafnvel ýmislegt í okkar eigin lífi sem er erfitt og sárt. Og síðan þegar dagar okkar eru taldir, þegar við varið lífinu öllu sem okkur er gefið, þá megum við vona og rekna með því að Guð sé einnig bak við dagana, í dauðanum og myrkrinu sem honum virðist fylgja, að þar mæti Guð okkur með gleðina, ljósið og eilífa lífið. Blessuð sé minningin Aðalbjörgu Ólafsdóttur, megi minningin lifa með ykkur og megi algóður Guð varðveita hana að eilífu. Fyrir nærveru sína og náð, huggun og styrk sé Guði dýrð í Jesú nafni. Amen. Ég ber ykkur kveðjur. Kveðja frá Rúnari og Gretu í Danmörku sem hljóðar svo: Okkur þykir svo vænt að Alla frænka flutti út til Danmörkur. Nú höfum við allar þessar nýju og gömlu minningar sem við getum hugsað til. Þegar Rúnar var yngri var hann alltaf í heimsókn hjá Öllu frænku á Meistaravöllum. Það voru góðir tímar saman. Alla hafði gott hjarta, hún var hlý og falleg manneskja sem okkur þótti mjög vænt Það seinasta samtal sem Greta hafði með Öllu frænku var hvað okkur þótti vænt hvor aðra, og hún var með svo miklar áhyggjur af því hvernig ég hefði það. Það segir mjög mikið þessa yndislegu frænku. Eitt af því sem okkur þykir mjög vænt var að Alla náði að koma í brúðkaupið hjá Gretu. Það voru góðir tímar saman og eitthvað sem við viljum hugsa til lengi. Okkur langar að enda á því að senda stórt knús á syni hennar, Hörð og Arinbjörn. Við hugsum til ykkar, stór kveðja frá Rúnari og Gretu í Danmörku. Nágrannar hennar í húsinu í Danmörku þar sem hún bjó biðja fyrir kærar kveðju til allra hér í dag. Arnar Freyr Sigurðsson er staddur erlendis
og biður fyrir kærar kveðjur til allra aðstandenda. Eins og kemur fram í sálmaskráni þakka aðstandendur samúð og vinahug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í safnaðarheimilinu hér að athöfn lokinni. Við skulum rísa á fætur og meðtaka postulega kveðju. Náði Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum. Amen. Máum okkur sæti. Gjörðu svo vel. Við skulum biðja, Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilögu orði hans. Veit oss náð til að meðtaka það í hug og hjarta, stefn eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og láta þær bera þér vitni, oss til blessunar alla daga. Við þökkum þig fyrir að þú gafst oss Aðalbjörgu Ólafsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra, veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér.
Alla bænir vorar felur verið þeirri bæn sem að Drottin hefur kennt oss og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. Although you have left, I want you to know my heart's full of sorrow. I won't let it show. I see you again when it's my time to go. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. When I think of angels, I think of you. Við skulum rísa á fætur og taka á móti drottinlegri blessun. Drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplifti sínu auglit yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Ég ætla að gefa öllum færi á því hér í lokin að ganga hér að duftkerinu og þessari fallegu mynd, duftkerinu sem að börnin og barnabörnin eru búin að skrifa fallegar kveðjur á, votta hérna virðingu signa eða kveðja á þann máta sem að þið kjósið.
Og svo göngum við héðan inn í safnaðarheimilið þar sem að kaffið hefst nú strax að athöfn lokinni. Takk fyrir stundina, förum hér í friði.